Við höldum áfram með föstudagsþáttinn en þeir eru sestir hérna hjá mér Kristján Jóhannsson og Snorri Snorrason. Velkomnir. Takk fyrir það. Þið eru með tónleika helgina. Hvað getið þið sagt mér þessa tónleika ykkar? Snorri, þú ert á tónleikahaldari. Nú bara já, þetta bara... rétt úr bakkinu og græja þetta. Já, já, það nú málið. Þetta tónleika sem ég að halda ásamt Kristjáni. Og konan mín síðan malt utanamhald, við komum bara til að syngja. Og við ætlum að halda tónleika hérna á laugardaginn, klukkan 20 í Akureyri. Og Þið eru þrír, ekki satt? Við erum þrír, það ég, Kristján og Birgir Björnsson, sem ætlum að hefur bröst nokkar. Eitt skaffinningur viðbót. Svo erum við með Akureyringinn annar sem að spila á fiðlu, Matthías Stefánsson. Við hann til þessu okkur. Algjör snillingur. Algjör snillingur og svo Arata Rats sem annar snillingur á píanó. Svo þetta einmanna lið. Og þið kallið ykkur Norðan þrír. Hvaðan kemur þetta nafn? Herru. Belgungurinn í Snorra. Já, alls ekki belgungurinn. Kemur eiginlega frá, þegar vorum að hugsa að fara í þessa framkvæmd, ég og konan, þá kemur hún bara með þetta orð, Norðan þrír, því við erum náttúrulega allir að norðan, sko. Og flottastir. Já, lengi verið það og verður það eitthvað lengur. Allavega þú. Já, þetta búið hjá þér núna. Nei, og okkur fannst þetta bara tilvalið því við erum allir hér á norðan þrír. Ykkar samstarf, hvernig hefst það? Hvernig kynnist þið? Herðu, við 2011 þá ákvæmur að syngja sem maður. Já, þá kemur Kristján hérna norður til Akureyrar og með masterclassin í tónlistarskóla Akureyri og ég var þá að læra hjá Michael Clark hérna. Og fórum ákvað... Og Biggi líka. Og Biggi. Já. Og við ákvaðum að fara að hitta Karlinn, gamla röri, eins og við köllum hann alltaf. Köllum hann gamla röri, það svo... Það fallegt. Það svo fallegt ekki. Og svo og við fórum og mér líka svo óbóðslega vel við Karlinn. Hann náði svo til mín og svo var ég svona pínu á krossgötum í lífinu líka. Það flýtti kannski för minni til Reykjavíkur sem ég bý í dag í Kópavog. Ég fór svo söður haustið 2011 og búinn að vera hjá honum síðan. Þetta styrkri leiðsögn harðstjórans. Já, og hvernig að vera nemandi? Það rosalega töff. Hann rosalega harður, en góður. Já. Ég gef ekki kompliment nema að sé innihald fyrir það, já. Já, bæði góðu slæg, Hann lætur það alveg vita, það ætti ekki að gera almennilega. Það bara farið að vita, það bara gott. Og svo náttúrulega allt á móti ef það gott, þá bara high five. En þetta ég get alveg sagt að það mjög töff. Hann góður kennari, mjög góður. Og af því ég spyr þig hvernig kennari hann þá var ég að spyrja þig hvernig nemandi Snorri. Sko, ég vinn þetta þannig að ég vel mína nemendur og það svolítið hjarta sem segir til það. Og ég vil og verð bara samvisku mína vegna að geta sagt það sem mér finnst og líka leið finnst mér eðlilegt og sjálfsagt að gefa kompliment þegar við erum bara vinir, skilurðu, og það, en ég reiði mig samt og kannski þess vegna að segja alveg að sem mér finnst og hann verður svolítið drumbur og menn fær í fílu stundum, en það bara betra. Vegna þess að ég líka búinn að vitna það í gegnum þessa kennslu tímabil mitt sem að verða 1-6 ár að þessi kompliment tekur engan neitt og það mjög algengt hérna á Íslandi að gefa kompliment þó sé ekkert innihald fyrir það, bara það einhver svona kurteisi, skilurðu. En gagnvart tónleikunum, fyrst held ég að klára þetta, en ég læt hann alveg hafa það á alla mína nemendur. Ég held ég sé mjög, hvað segir maður, sanngjarnt þegar upp staðið. Nú, þó ég monti nú bílniti, ég ekki vanur því en málið að þegar að samkunda í Reykjavík, þá á ég alltaf meiri hlutana viðkomandi söngurum,
hvort sem það upp á sviði í óperunni einhvers staðar út í bæ. En var það Þannig ég svona, mjög stoltur, sko. var það svona menntun sem þú fékkst, Já. svona hörð? Já, ég fekk mikið, það var ekkert, ég grenjaði stundum, sko, í hljóði þó og beit saman og spýtti blóði. Ég man að fyrstu tónleikarnir mínir í Má á Ítalíu voru þannig að þá ég 28 ára gamall og gerir mína fyrstu opinbera tónleika og kennarinn auðvitað kemur með mér og hann blindur eða nánast. Þannig ég gömlum Lancia sem hann átti. Og hann dáði mig og ég auðvitað hann. Og hann setur fyrir mig svakaleg verkefni og fer mjög bratt í það strax. Og ég læti mig hafa þeirra Ferrarir og vinnu þær og í svokallum coaching og svo kem ég með aðra og hún dálítið rosaleg. Og hún alveg búið, ef þú veist tónfræði, þá hún búið sís, svo hálftón yfir háasíðið sem ég kalla. Og það bara strax, sko. Og ég var búin að hitta mig vel upp og svona. Og svo set ég þennan tón og hann óhreinn, en svo rétti ég mig á hann næra haldunum. En það var nótið þess að hann talaði ekki mig allt kvöldið. Fyrir þennan eina tón, vegna þess að ég átti að vera, sko, stóðastur sem hann ætlaði að sýna. Og hann á að geta fara missa tölti, sko. Þannig að hann var mjög óánægður með þetta. Síðan gerði nú mjög vel, verð ég að segja, eftir það. En síðan okkur haldið veisla, við komum til borgarstjóra og bibbidi búið, sem hann segir. Og hann þó ekki blindari það, hann sér ég að beygja út af veginum og veit hvar hann Og hann spyrir, hvert þú fara? Já, ég hef ekki fótt upp í lítið raut og pasta sjútt og eitthvað, það var svolítið gaman. Við förum beint heim, sagði hann. Þú ekki unni fyrir neinu rauðvin í kvöld. Halló. Og svona lærir maður? Já, svona lærir maður. Svo ger ég bara betur næst og hann til ég átti fyrir, eða átti skýrið rauðvin og fyrsta nýja Mercedes-Benz og það var bara við. En þetta gefur svona. Mér langar aðeins að spyrja ykkur það að viðhalda góðri rödd og bara svona dagur í lífi söngvara. Hvernig hann? Eru þið sífellt með hugan við raddböndið? Ég held að, eða ekki. Jú, ég meina við erum ómögulega menni að þetta virkar ekki. Við finnum það strax við vegna hvað virkar þó við þurfum ekkert að syngja, sko. Og eins og vinur minn Luciano Pavarotti sagði, hann segir að þegar hann vaknaði og var í toppformi þá þurfti hann ekkert að syngja. Þannig að við erum kannski aldrei algjörlega í toppformi ef okkur finnst það. Svo kemur taugakerfi og alls hluti sem trufla okkur, sko. En ég nú syngja þetta hvern einasti dag. Snorri eitthvað latari. Já, ég sko að syngja með sjálfum mig. Ég vinn þannig vinnu og ég svona einn í vinnuvél og ég... Setur bara haus, heyrnartólinn á og... Já, bara og syng mikið allan daginn. Þannig að það gaman að vinna með þér? Já, sko... Nei, heyr ekki í honum. Ég bara einni. Ég passa með fólk ekki leið á mig, sko. Já. En veistu það, ef við komum á tónleikunum á laugardaginn, þá erum við með þessar heimsfrægu perlur, bæði á Íslandi og íslenskar og erlendar. Sko, við erum að verða bara síðustu mógukalendar að syngja án mikrofóns til dæmis. Og þetta orðin alveg pláa, þessi mikrofón, hann notaður allstaðar, þó að þetta syngin í rými eins og hérna, þá notaður mikrofón. Og þetta orðið ofsalegt óöryggi raun og hjá söngurum. Nú sumi verða heyrðast ekki eins og inn í þessu rými 100 fermetrar, sko, en mér finnst þetta orðið svo ofsalega ýkt af því að mannsröddin alltaf mannsröddin og öðruvísi án mikrofóns. Og hefur efnaði og innihald fyrir því að syngja mikrofónlaust, þá maður að gera eins mikið að því og hægt Og ég byggi þetta á því að ég hef verið að syngja mikið með íslensku söngurum sem að fara ekki á svið nema mikrofón, þó hafi ekkert með hann að gera. En þetta orðið bara tæki algjört. Menn spara ekki kannski svolítið, en almúin veit ekki, þeir geta spara sig og nota mikrofón staðan fyrir skrokkin til dæmis og ástríð og temperament. En þið gera það ekki? Nei. Við erum með þetta bara að myndja aðeins, sko. Þetta óvinnum minn, þessi mikrofón. Þó þeir bara tali hann. Það alveg magnað, það alveg óvinnum minn. Björgvin Halldórsson var búinn að reyna að kenna mér þetta í 30 ár. Ég náði því aldrei og ég var aldrei í svona stúdíómaður. Það fór í taugarnar á mig. Þess vegna þannig að allt sem eftir mig liggur er svo kallar live performance, það segja beint.
og þar er ég bestur. Og hvernig veljið þið lögin fyrir tónleika eins og þessa? Er þetta eitthvað svona ykkar uppáhald? Já, allan lögin hjá mér sko eru lög sem ég byrjaði á til dæmis þegar ég flutti suður. Og svo svona lög sem hefur bara gripið mig í þessu námi. Bæði þessi ítölsku og íslensku. Nema daginn þá vorum að æfa, ég var í vandræðum með að finna mér eitt íslenskt lag og sagði Kristján, komdu með, veit ekki hvað lag handa mér og það kom náttúrulega bara á sömu sekúndunni í steftu orðinu. Svo þetta er bara svona valið af... Og auðvitað verður það að svo vera í takt við viðkomandi rödd. Það er svo kallað repertoár og maður velur og við veljum lög sem hæfa okkur best. Ekki bara vókalt eða rallega, þetta er líka bara svona sem fyrir hjarta og sálinu og skapbriði og annað slíkt. Þannig að þetta eru svona stórar tenor bómburir sem við segjum, en ljúft og fallegt á milli, svo kallakór Já, svo náttúrulega er kallakór Eyjafjarðar með okkur sem ég ætla nú ekki að gleyma að minnast á. Þeir koma á stíg og stokk með okkur hérna, það er kallakór sem ég byrjaði í þegar hann var stofnaður og var alveg þangað til ég fór að læra 2008 hérna, þá dró ég mig út úr honum. Þeir verða með mér, ég hef verið að túra með þeim núna í vor og óbáslega gaman. Út í Grímseyna? Svo fer ég til Grímseyna næstu helgi með þeim. Já, það er næstu helgi, já. Og það er... Það er heilmargt Það er mikið með framundan. já. Fyrir þá sem hafa áhuga á að líta við og koma á tónleika með ykkur, hvar og hvenær? Herru, þetta er Akureyrarkirkja klukkan 20 laugardaginn, 21. maí. Við erum með miðasölu á Tix og við verðum líka við afganginn hérna af kirkjunni ef einhverjir með posa og póka. Já. Svo það er alveg, ef að fólk hefur ekki aðgang á tölvu eða svoleiðis þá er það bara klárt. Ég myndi segja þetta verður algjör bomba. Það er bara þannig. Fólk fær þarna fallega hluti fyrir sig og svona fólk sem virkilega elskar söng undir koma. Hann er flottur kallinn hérna. Hann er svolítið típa eins og ég er. Hann er svona uppið til að vera dramatísku tenor og þannig að við verum tveir þarna svona ekkert mjög ólíkir en svo er Birgir alveg eins og skrattinu söðurlegn og hann er hálýriskur og mjög flottur og hann syngur svona, hvað maður segja, ljóðrænna og mjög flottur. Þannig að svo erum við dúetta og strákarnir og sóla með kórnum og þeir syngja meira sér lag eftir fyrsta söngkennarinn og tónlistarkennarinn minn, Áskil Jónsson. Og þannig að það verður... Já, við lofum bara góðri skemmt. Þetta verður meiri háttar. Ég held að þau bregðist okkur ekki í Norrlendingar. Nei, ég trúi því ekki. Það getur ekki verið. Nei, ég hafa alla. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Sömuleiðis. Takk fyrir. Við höldum áfram hér eftir augnablik.